Góðan daginn, ég heiti Kristín Ingvarsdóttir og lektor í japanskum fræðum og ég ætla að segja ykkur aðeins frá B.gráðunni í japansku máli og menningu. Þetta sem sagt 3 ára gráða. Við bjóðum reyndar líka upp að 1 árs diplómanám en hér ég fyrst og fremst í dag að tala 3 ára fulla B.gráðu. Við kennum sem sagt fyrstu 2 árin á Íslandi og síðan hafa nemendur möguleika náði 3. árið að fara í skiptinám. Langflestir velja náttúrulega að fara til Japans og við höfum rúmlega 20 samstarfsháskóla í Japan sem að nemendur geta valið á milli. En fyrir þá sem eiga kannski erfitt með að fara í skiptinám, þá líka hægt að fara sem sagt, í styttra skiptinám, hálft ár, það hægt að velja sem sagt, heilt eða hálft ár í skiptinám erlendis. En síðan náttúrulega fyrir þá sem að eiga erfitt með að ferðast að þá líka hægt að taka sem sagt, aukagrein með japanskunni í staðinn fyrir að taka alveg full 3 ár í japanskum fræðum. Síðan það sjálft tungumálanámið, þessi 3 ár eða þessi 3 ára gráða, hún býður upp á bæði tungumálanám, nám í japansku og síðan líka í japanskum fræðum. Tungumálanámið stærri hlutinn og við náttúrulega leggjum áherslu á það að nemendur okkar nái sem bestum tökum og sem fjölbreyttustum tökum á málinu. Þannig að við kennum málfræði og lestur og framburð og það sem að og síðan til að tengja þetta náttúrulega allt saman samfélaginu sem að nemendur síðan vonandi kynnast á skiptináminu, þá förum við líka mjög vel yfir japanska sögu. Við fjöllum hefðbundi samfélag og nútíma samfélag, trúarbrögð, þjóðfræði, bjóðum upp á líka námskeið í bókmenntum og japanskum kvikmyndum og svo framvegis. Eins og ég nefndi, 3. árið, skiptinámið, þar valmöguleikinn hálft eða heilt ár. Ég segi, þegar við tölum skiptinámið, þá tölum við náttúrulega mest skiptinám til Japans. En Háskóli Íslands á ótrúlega marga samstarfsháskóla erlendis og það líka valmöguleiki til dæmis að fara til Danmerkur eða til Þýskalands við einhverja áhugaverða stofnun og læra til dæmis japansk fræði eða tungumálið. Þannig að það ýmsir möguleikar í boði og við höfum, eins og ég nefndi áðan, yfir 20 samstarfsháskóla í Japan. Þeir dreifðir allt land, þannig að nemendur geta farið, ef þeir vilja vera í litlu sveitaþorpi einhvers staðar, þá höfum við minni háskóla út á landi, en við höfum sannarlega líka samninga við risastóra háskóla í helstu borgum Japans. Þannig að það eru margir möguleikar í boði og nemendur okkar náttúrulega, fyrir mjög marga þá dvölin erlendis hápunkturinn á náminu. Varðandi inntökuskilyrði, þá aðal krafan að nemendur hafi lokið menntaskóla eða einhverju sambærilegu námi og það svolítið skemmtilegt að segja frá því að í námið þá koma nemendur frá öllum heimshornum. Námið sjálft kennt á ensku, þannig að það opið fyrir erlenda nemendur, en svona í öllum stærri skilaverkefnum, til dæmis eins og þegar nemendur að skila ritgerðum og það sama á við lokaritgerðina, BA-ritgerðina, að þar geta nemendur alltaf skrifað á íslensku og það náttúrulega líka frábært að fá þjálfun í því að skrifa akademíska íslensku. Þannig að þarna hafa nemendur 2 valkosti. Og mér langar til að nefna að þetta B.gráða í japansku og japanskum fræðum. Við förum samt ekki fram á það að nemendur kunni neina japansku þegar þeir koma inn í námið. Og það farið, en auðvitað náttúrulega alltaf kostur, til dæmis eins og fyrir þá sem hafa áhuga að byrja að taka ykkur námskeið eða byrja að lesa sér til á netinu. Auðvitað hjálpar það alltaf, allur grunnur sem að nemendur fá, auðvitað hjálpar hann í náminu, en við byrjum námið alveg bara frá
einföldustu leturtáknum þannig að það þarf enginn að hafa áhyggjur af því að koma sem sagt, í námið án þess að hafa lært japönsku. Við í japönskunni, við vinnum mjög náið með ýmsum stofnunum í samfélaginu, við vinnum mjög náið til dæmis með japanska sendiráðinu á Íslandi og hér á Íslandi hefur verið starfrækt lengi japansk-íslenska félagið sem fyrir bara alla sem hafa áhuga á Japan og japanskri menningu og við og síðan náttúrulega fáum við líka kennara utan að sem að hafa alls konar reynslu frá Japan. Og lokaverkefnin, þau eru, þegar ég segi lokaverkefni, þá á ég við BA-ritgerðina. Ég ætla að nefna það fyrst að það ekki nauðsynlegt að skrifa BA-ritgerð til þess að fá BA-gráðu, en fyrir nemendur sem að vilja til dæmis hafa þann möguleika í framtíðinni að fara í meistaranám, þá mælum við alltaf með að klára BA-ritgerðina vegna þess að það krafa. Þannig að fyrir nemendur sem vilja halda öllum möguleikum opnum, þá alltaf best að skrifa BA-ritgerð. Og nemendurnir þeir velja sér efnið sjálft og það getur verið eitthvað sem tengist náminu, sem fjölbreytt. Og dæmi til dæmis efni sem að nemendur hafa skrifað til dæmis staða kynjanna í Japan, Shinto og trúabrögð í japansku samhengi, sumo og aðrar japanskar bardagaíþróttir og ýmsir, og það hefur líka verið skrifað ýmsa sögulega viðburði. Þannig að þetta mjög fjölbreytt og bara oft mjög skemmtilegt fyrir nemendur að geta alveg sögt sér í eitthvað sem þeir hafa áhuga á. Mér langar líka til að tala nemendafélagið Bansai. Þetta nemendafélag nemenda í japönsku og nemendur sjá þar sjálfir fyrir alls konar viðburðum. Þeir til dæmis skipuleggja vísindaferðir sem að stundum eru heimsóknir í til dæmis fyrirtæki sem að tengjast í Japan. En þau sjá líka kvikmyndakvöld, alls konar matarviðburði og eru líka með anime-klúbb. Og svo eru náttúrulega alls konar sérstakir svona árstíðatengdir viðburðir til dæmis eins og hinn árlega árshátíð og hrekkjavakan og fleira sem að nemendur þar sem nemendur skipuleggja eitthvað skemmtilegt í kringum þetta. Þannig að það mikið og gott félagslíf í deildinni og bara ótrúlega gaman að sjá hvað nemendur hafa mikinn áhuga á japanskri menningu og koma sjálfir með alls konar skemmtilega viðburði sem að margir geta síðan haft gaman af. Og við höldum líka alltaf einu sinni ári, síðasta laugardaginn í janúar, þá höldum við Japanshátíð þar sem að við sýnum hvað við erum að gera, bjóðum öðrum að koma og vera með. Og þetta venjulega bara mjög stór og velsóttur viðburður og dagskrá oftast allan daginn. Út af COVID þá höfum við núna undanfarin 2 ár, núna í janúar og síðasta janúar, eða í byrjun síðasta ás, þá heldum við Japanshátíðina á netinu. Og ég hvet ykkur til að skoða til dæmis á Facebook heimasíðu hátíðarinnar sem Japan Festival Iceland og þar getið þið séð upptökur af viðburðum ársins í ár og frá því í fyrra og þar mjög margt skemmtilegt í boði. Þannig að kíkið endilega þar. Þar eru margir af bæði kennurunum og nemendunum sem að fjalla sín áhugamál. En þetta svona það sem að mig langaði svolítið til að fara yfir, en það hellingur af öðrum upplýsingum varðandi skráningu og fleira á heimasíðu háskólans. Ég hvet ykkur til að skoða heimasíðuna vel og svo alltaf hægt að hafa samband við skrifstofu hugvísindasviðs ef að þið hafið einhverjar sérstakar spurningar og síðan hægt að skrá sig í námið einnig vía heimasíðu háskólans. Og umsóknarfresturinn 5. júní. Vonast til að sjá ykkur sem flest í japansku í haust. Takk fyrir.